Ágætu sjómenn og til hamingju með daginn ykkar 2014. Þeir eru orðnir allmargir sjómannadeginir sem að sjómenn hafa haldið hátíðlegan og þetta er einn af þeim. Var það ekki 1938 sem að fyrsti sjómannadagurinn var haldinn eða 37, man ekki hvort heldur var en frá þeim tíma hefur þetta verið árlegur viðburður og ekki bara það heldur hefur sjómönnum og sjómannadeginum hefur sjómannadagurinn öðlast sérstakan sess því hann er núna í dag fánadagur, hefur verið það frá upphafi og það er auðvitað viss heiður að fá fánan sinn dreginn upp, íslenska fánan dreginn upp til hátíðarbrigða því að það er ekkert öllum sem veitist það en það er sjómannastéttin svo sem ekki neitt bara eitthvað í þessu landi heldur hefur hún gegnt hér lykil hlutverki frá upphafi byggðar í þessu landi og þetta auðvitað vita allir menn og þetta auðvitað viðurkenna allir menn því að þetta er bara borðleggjandi dæmi. Í hruninu þegar 2008 þegar ýmislegt annað var nú komið upp og menn farnir að huga að öðrum gróðaleiðum heldur en fiskfanginu og því þá kom það nú í ljós mjög glögglega á hvaða grunni þessi blessaða þjóð íslenska stóð. Að það var nú fiskfangið og skipin og frystihúsin og vinnsla fisks og svo framvegis. Það var raunverulega það líka sem að fleytti þjóðinni yfir þessa erfiðleika sem að hrunið olli og allir eru sammála því að við sem erum uppi í dag við munum öll hvert einasta mannsbarn eftir því dæmi og munum eftir angistinni og jafnvel óttanum sem helltist yfir. Þannig að við blessum vitaskuld sjómenn og viljum vera með þeim í gleðinni á þessum degi og taka þátt í þessum verkum dagsins sem það hefur upp á að bjóða. Í gegnum tíðina hefur verið töluverð dagskrá og það er nokkuð ljóst að maður fyrir að skoða hvernig fyrsti sjómannadagurinn var. Þá sjáum við það að það vel hefur verið vandað til verka á sínum tíma því að það er ekki svo mikið breytt frá þeim tíma. Við erum ennþá með svona margt sem er bara eins sem segir mér það að það hefur verið mikið, þeir menn hafa sest yfir þessa dagskrá og vilja vanda til verka og þeim hefur tekist það bara allvel, það verður að segja. Kannski finnst mörgum þessi dagur vera orðið svolítið svona staðnaður en það má alveg örugglega útfæra með nokkru vissu að svo en af hverju má hún ekki vera eins og hann er og af hverju þarf að breyta honum svo mikið vegna þess að það sem vel gengur það er svo sem alveg óþarf að vera neitt að hrófla of mikið við því þetta eru svona áherslur mismunandi vegna þess að í ár er þessar áherslur uppi í fyrra voru aðrar áherslur og það heldur áfram. Það er svona það nýja í deginum, það eru áherslurnar sem að menn vilja koma fram með og undirstrika á þessum degi og oft er þetta náttúrulega tengt kjörum og öðru slíku sem að menn eru með uppi og alveg eðlilegt með það. Já, sjómannadagurinn 2014 er sem sagt í dag og hann ætlar að færa okkur það sem að hann gerir og á sömum stöðum byrjar hann á föstudeginum en ég veit ekki hvernig þetta er orðið í Reykjavík en jú eru þeir ekki eitthvað farnir að vera á laugardegi og svo náttúrulega er aðal hátíðisdagurinn á sunnudegi og þá var allavega hér í eina tíð farin sjóferð með þá sem vildu fara út og hérna í eina tíð var farið með fólkið á öllu sem flaut má segja en það er ekki í dag, þetta er orðið miklu strangar allt saman og það er ekki nema ákveðnir aðilar sem eiga að sigla með fólkið svona sýningaferðir eins og hefur tíðkast á sjómannadegi og svo framvegis og svo framvegis. Það er búið að breyta svo margt elskuðu vinir sem var ekki hérna í eina tíð og margt mátti auðvitað breytast en kannski var ekki allar breytingar til góðs. Svona kannski finnst mönnum vera komið of mikið að höftum inn í þetta mál en það er bara hluti af því að við stöndum bara fram fyrir allt öðrum þáttum heldur en var. Bæði hafa skipin stækkað
Afkastagetan orðin slík að við getum þurrkað upp öll mið bara ef við vildum það á ekkert svo löngum tíma. Þetta var ekki gerlegt hér með þessum smærri skipum og minni búnaði og það sem að handafli meira og minna réð öllu. Það var ekki gerlegt á þeim tíma. Þetta gerlegt með öllum þessum gríðarlega stóru nótum og trollum og flottrollum eða hvað þetta allt heitir. Við getum, og þessum kraftmiklu skipum, stóru skipum sem geta verið að í miklu verri veðrum og miklu meiri sjóhaldur en var. Ég tala nú ekki á tímum opnubátana þar sem menn voru svo miklu meira háðir öllu sem hét veður. En þetta ekki lengur til staðar, jú þetta til staðar en ekki í líkingu við það sem var. Og þetta bjó til þessi stóru og öflugu skip og miklu veiðarfæri sem þeir draga á eftir sér og vinna með, bjó til kvótakerfið. Og það eru allir sammála það að kvótakerfið þarf að vera, það þarf að skammta mönnum aðgengi að miðunum og ég held að það verði engin breyting á því. Hvað mikið má veiða verður hins vegar alltaf deilu efnið og kannski þessi dagur í dag einmitt svona undirstrikun og það að auka veiðarnar í þorski, í ýsu eða hvað þetta allt heitir og þetta verður svona bitbeinið áfram. En með þessu fylgst í dag sem ekki var áður, hérna árum áður og menn vita nokkurn veginn hvar menn standa í þessum efnum og svo framvegis við erum með Hafrannsóknastofnun, þar fullt af mönnum sem að vita heilmikið um þorskinn, ýsuna, miðin og fiskinn sem að gengur hérna á Íslandsmiðum og þeir telja sig vera ráða mönnur rétt og heilt þeir gefa út sína tölur hvað megi taka og hverju tegund fyrir sig og sem betur fer verði nú að segja það að þá hefur þetta nú svona, menn hafa nú nokkurn veginn verið sáttir þetta ekkert allir sáttir og þannig verður þetta aldrei reyndar. En menn eru svona nokkurn veginn sáttir þessar niðurstöður þó að eflaust eru þeir ekki óskeikulir frekar en aðrir menn. Hvorki hjá Hafrannsóknastofnun eða náttúrulega það sem bara menn að segja. En það þarf að allir sammála það þarf að skammta aðgengið að miðunum og sá tími liðinn þegar hver sem getur farið á róið og sótt bara það sem maður vildi eins og var hérna í eina tíð. Og það skapaðist til að mynda af minni bátum og handaflinu. Þegar menn voru að veiða síld hérna árum áður fyrir tíma kraftblakkarinnar þá var nótin dregin á höndum. Og þið getur rétt ímyndað hvort að veiðarfæri væri ekki minna og hafði minni getu til þess að veiða mikið en samt gátu veitt helling af síld með þessum hætti. En með tilkomu kraftblakkarinnar upp úr man ekki hvenær hún kemur en það einhvern tímann á milli 60 og 70 sem að kraftblökkin verður veruleiki, þá verður þetta bylting og þá geta menn komið með stærri nætur og þá fóru skipin líka að stækka svona í kjölfar af því þeir sáu það að það var hægt að vera með stærri nætur og meira veiðarfæri og þá líka fljótlega eftir það þá bara hvarf síldin af einhverju öðru heldur en veiðigetunni, ég held ekki. Þannig að við sjáum það að við stöndum frammi fyrir þeim sannleika í dag að sjómenn búa við allt aðrar aðstæður heldur en forverar þeirra áratuginn og undan gerðu. Hver leggti hugan að því fyrir 50 árum að við stæðum fram fyrir því að það er bara þurr sjór af síld að dæmi sér tekið. En við náðum að byggja síldarstofninn upp aftur, það var veiðibann hér frá 70 til 75 og síðan hefur síldveiðin svona verið í nokkuð föstum skorðum. Við erum ekkert að veiða neitt rosalega mikið af síld í dag en ekkert að miða við það sem var í eina tíð, en þó við erum nú að veiða kannski hátt í 200.000 tonn ekki þegar best lætur. Svo kom loðnan inn í þetta og við erum að veiða gríðarlegt magn af henni og svo erum við búin að fá makríl og við erum búin að fá þetta og við erum búin að fá hitt, þannig að það kemur alltaf eitthvað í staðinn fyrir eitthvað sem þó að minna sé af einhverju öðru, þá hefur það nú verið svo blessunarlega, þessi þjóð hefur verið svo blessuð með þetta að geta sótt í eitthvað annað. En það skipa kosturinn til og það er hægt að fara langan veg til þess að sækja eitt og annað. Og svo eru það líka sumir sem eiga Jesú í sínu hjarta og þeir hafa hann með sér út á sjó
og hrópa til hans og lesum hann og biðja til hans og svo framvegis sem náttúrulega góðra gjalda vert og eitthvað sem hver maður þarf að gera. Því án Jesú verður lífið innantómt og við verðum svona því við höldum áfram að vera manneskjur. Þó við séum á miklum og stórum skipum, þá höldum við áfram að vera manneskjur. Við höfum áhyggjur og við höfum alls konar þanga í höfðunni sem ekki ætti að vera. Við eigum í vandræðum með að losna við þetta og svona vinna á þessu og þá þurfum við trúna. Það hefur ekkert breyst. Manneskja bara manneskja, hún hugsar ýmislegt sem manneskja og er í vandræðum með sínar hugsanir og þar hjálpar tæki til og þess vegna ég að boða þér trúna á Jesú Krist. Hann veit alveg hvað hann að tala hvað hann að segja og hvernig hann á að gera þetta. En þú kannski ekki, í Jesú nafni. Já vinir, það sjómannadagurinn í dag og við erum að fagna með ykkur í sjómannadeginum og það búið að vera auðvitað töluvert dagskrá og undan, eins og við vorum að tala hér áðan og þá hefur það nú lengi reynda viðgengist út á landsbyggðinni, minna í Reykjavík, að sjómannadagurinn byrja á föstudegi. Ég þekki til þess að menn byrja með sitt uppistand kringum sjómannadeginum á föstudegi og það hefur verið regla bara jafnvel í áratug, jafnvel frá upphafi þessa dags eða svona alltaf því. En sjómannadagurinn eins og allir vita er hefðbundinn, það er svolítið í föstum skorðum allt saman og kannski hafa menn, og örugglega hafa menn rætt það hvort ekki megi stokka þetta svolítið upp. En ég nú samt þeirrar skoðunar að menn sem að byrjuðu með þetta, ég var að lesa með til svona fyrsta sjómannadaginn og þar var þetta bara ekkert ólíkt því sem við erum að sjá í dag, þannig að það er alveg ljóst að það hefur verið sest yfir dagskrárana og vandað mjög til verka þar og svo til verka reyndar vandað að menn hafi bara verið sáttir við það sem þar var gert því að það sem stendur kannski 70-80 árum seinna er vegna þess að það var byggður undir það góðu grunnur og sem mönnum finnst ástæði til þess að halda bara í. Og svo er það líka alltaf spurning hversu mikið eigi að rótast í dagskrá svona ef hún er bara, allir eru sáttir við hana og akkur þarf að vera kúvenda henni í hvert skipti sem sjómannadagur er þó þetta áherslur á milli ára séu þessar og breytilega. Það er breytingin sem verður því að kjörin eru þessi og menn vilja fá betri kjör og lagfæringar á kjörunum sínum og svona réttundum sínum og svo framvegis og þetta er dagurinn svona sem hægt er að
undirstrika það svolítið á og það verður gert og hefur alltaf verið gert og það engin breyting neitt á því. Af því að þetta dagurinn sem sjómaðurinn á og honum sýndur svo heiður að hann hefur yfir honum íslenska fána. Það finnst mér vera svolítið áhugavert að sé og ég mjög svona þakkláttur fyrir það að sjómannadagurinn sé svona heiðursdagur í leiðinni því að þetta stétt sem að þjóðin á að heiðra alveg sérstaklega og vera þakkláttur að eiga því að eins og voru líka að tala hér í upphafi að þá sáum við það svo vel á hverju þessi þjóð lifir og byggir í hrauninu. Þegar við horfðum bara jafnvel fram á það að landið væri bara að verða gjaldþrota. Það var nú svo alvarlegt þetta hraun að menn bara óttuðu staðum tíma en það við sigldum yfir það en sjómenn héldu áfram að starfa og fiskurinn að streyma að og þeir fengu gott verð fyrir og hækkaði laun þeirra töluvert mikið og það er bara gleðilegt að sjá það og í dag 2014 svo horfum við framan í allt aðra þætti heldur en þegar í raunverulega allt dó hérna í október eða nóvember 2008. Ég man vel eftir því og þú manst líka eftir því þegar maður ók í Reykjavík og það var allt bara stopp. Það var mjög einkennilegt að upplifa það og þetta er á okkar tíð. En skipin hélt áfram að sækja, sjómenn hélt áfram að starfa, fiskvinnslan hélt áfram í landi og fólkið að starfa það og það hélst áfram að þessi verðmætasköpun í kringum sjávarútveginn og það bara bjargaði þessari þjóð. Þannig að við erum ekkert undrandi á því að þó sjómannastéttin sé heiðruð og hún hafi sérstakan dag fyrir sig. Það er engin undrandi á því. Þannig við þessu þjóð erum að gera vel við sjómenn og ekki veit ég hvernig sjómannaskattaafslátturinn er í dag, hvort það er búið að afnema hann. En ég get fullyrt það að þessi umræða hefur verið lengi í loftinu. Ég man eftir því þegar ég var á sjó á sínu tíma, þannig var dálítið síðan ég fór í land, þá var alltaf verið að tala það að svona rýra þennan sjómannaafslátt. En það var nú ekki gert í minni tíð, en ég held að sé nú eitthvað búið að hrófla við þessu í dag, en ég þori nú ekki að fullyrða hvort það er búið að afnema hann, en ef að það er, þá ættu menn að undirstrika það á þessum degi sínum að fá þetta aftur því að mér finnst það alveg sjálfsagt að ríkisvaldið umbuni þessum mönnum bara vegna þess hversu sérhæft þetta starf er. Sjómannastarfi verður aldrei líkt neinu öðru starfi í þessu landi. Sama hvernig menn líta á það, sama hversu þeir horfi á flott skip og fallið skip allt saman það, þá verður sjómannastarfi alltaf mjög sérstakt. Eina starfi líklega sem í boði sem býður mönnum svona mikla fjarverur frá fjölskyldu sinni. Því að flestir af þessum mönnum eru fjölskyldumenn, þeir eiga konu og þeir eiga börn í landi sem vildu auðvitað vera með meira. En starfsins vegna þá geta það ekki, þeir hafa farið í til þetta verk og þannig að það er ekkert rangt við það í sjálfu sér þó að þeir hafi einhver umbun fyrir þetta. Við vitum auðvitað menn sem að vinna í virkinum og eru svona líka fjarri en samt sjómannastarfi öðruvísi að því leyti til að skipið er bara í alls konar veðrum. Það veltur, það heggur, það steypir stömpum og það er ókyrrt borð og ég var í brælum, oft verið í brælum, kannski heilu túrana, ég man eftir einu hausti hérna, það sem var alltaf bræla og bara skipið, bara hjó og steypti stömpum allan túrin. Það má segja að það hafi barið á okkur allan túrin og allt haustin. Þannig að þetta er svona, þetta þarf ekki landmaðurinn að búa neitt við, þetta er hann kannski fjarri einhverjum fjarri sínu fjölskyldum, en þetta er samt ekkert sami hluturinn. Þannig að við eigum að heiðra alveg þessa menn og svo líka annað að Kristur hann heiðraði svona gekk til sjómanna þegar hann var að velja sína lærisvein og sínu tíma. Þannig að hann hefur alltaf haft mætur og sjómönnum, þetta gegndu þeir oft líkil hlutverki í að koma mönnum á milli staða. Fyrir tíma flugvéla, bíla og þessara faratæki sem við höfum í dag, þá var það sjórinn, þá var það báturinn sem flutti trúboðana til að mynda á milli landa og svæða. Það voru einhver aðrir sem gátu það nema sjómenn. Þannig að þeir hafa alltaf gegnt lykil hlutverki í þessari sögu trúboðsins sem er auðvitað mikilvæg saga.
Við skulum lesa hérna svolítið í Markúsar guðspjalli. Jesú var að gangi með fram Galilíu vatni og Símon Andrés bróðir Símonar verið að kasta netum í vatni, en þeir voru fiskimenn. Það geti því bara sjómenn sem munn á bátum rétt eins og sjómaðurinn gerir í dag, þó að þetta er önnur skip og minni og allt saman það. Þá reru þeir eldsnemma á morgnar og komu kannski seint á kvöldin með mikinn eða lítinn afla eftir því hvernig fiskaðist, og það hefur ekkert breyst. Jesús sagði við þá, komið og fylgið mér og mun ég láta ykkur menn veiða. Hann kemur með alveg stórfurðulega bón, segir þeim að hætta að veiða fisk og byrja nú að veiða menn. Kannski horfðu þau hvort nú annar með undrun og svip, en það einkennilega gerðist að þeir bara slepptu netunum þar sem við voru og bara gengu með þessum einkennilega manni. Þetta eru töff kallar. Og Drottinn, við sjáum það að hann leitaði strax til svona lágstéttarinnar. Ég held að þetta hann ekkert verið neitt hátt skrifaði menn, sjómenn á þessum tíma. Kannski hafa sjómenn ekki verið neitt hátt skrifaði ekki tíðina. En ég veit reyndar ekkert það, en það í sjálfum sér auka atriði hver er hátt skrifaður og hver er ekki hátt skrifaður. Aðalatriðið er það bara að við gerum okkar besta hver fyrir sig og þá eigum við allavega að vera sáttir í hjartanum. En sem sagt trúin á Krist sem ég er að lesa hérna hún er lykilatriði fyrir svona alla vellíðan um borð. Hún er svo hjálpleg við það þegar við erum að eitthvað ströggla í einhverju og erum að svona með hugan okkar út allt og út úr suðu. Þá er að geta gripið í þessi hálmstrá og björgunarhring má segja sem heitir trú. Þú ert borð í skipið, það eru björgunarhringir hér og hvar og þú veist til hvers björgunarhringur er og þú sér gúmmibátinn í kassanum sínum og þú veist líka til hvers hann er. En það er ekki allir sem vita til hvers trúin er. Hún er líka björgunartæki þegar mér líður ekki vel. Ég hef kannski áhyggjur af barninu mínu heima sem er orðið stálpaður unglingur og það er margt sem er að glepja þessa unglinga og margir leiðast út í áfengi og eiturlyf og við höfum kannski áhyggjur af því, þú ert kannski manneskjan sem hefur áhyggjur af því. Og þú ert kannski með þessar áhyggjur með þér út á sjó og hvað getur þið gert betur heldur en bara að lofa Guð, trúa honum og treysta fyrir barninu að hann muni ekki bara vernda þig, heldur líka fjölskylduna þín í landi. Þess vegna er það svo gott til dæmis, það er margir, ég veit að það eru margir trúaðir sjómenn til og þú ert kannski að hlusta á þetta efni og trúir og treystir í Jesú Kristi. Þá er svo gott fyrir þig að vera með eitthvað efni, gott efni, til dæmis þetta efni hjá þér í tölvunni og þú getur bara verið að horfa á þetta aftur og aftur því að alltaf það sem að Drottinn er, þá vinnur hann bara. Þú horfir á efnið og þú fær þessa næringu út úr efninu vegna þess að þetta er Guðs orð sem kemur til þín og þess vegna er alveg hægt að hvetja menn til þess að vera með í tölvunum sínum, ekki bara söngva og músík og einhverja Facebook-dæmi, heldur líka eitthvað svona fyrir sjálfan sig sem þú getur verið að hlusta á bara þegar svona, þú hefur tíma til og það gefst oft tími borð í skipum, sé það ekki orðið breytt, allavega var það þennan með ég var í þessu. Það gafst oft hellingstími til að gera ýmislegt svona og maður gæti setja inn í klefa hjá sér og hlusta á músík nú eða í dag horft á svona efni sem byggjum mann upp í Jesú nafni. Trúin þarf að vera með og trúin má aldrei þagna, trúin má aldrei vera neitt tabú hér í þessu landi. Þegar hún er lykillinn á svo mörgu öðru til að mynda því að mér líði miklu betur fyrir vikið en ella er í Jesú nafni. En við segjum þessu lokið og Konráð Rúnar Friðriksson óskar sjómönnum enn og aftur til hamingju með sjómannadaginn 2014, kveður Jesú nafni.